It's your motherfucking boy up in this club. Yeah boy. Getur þú byrjað svona? Vast að byrja svona. Þetta bara komið. It's your motherfucking boy up in this club. Ég fíl það. Alright. Welcome. Þetta bleika vesti. Það er ekki fara úr þessu. Nei, vesti í þessu. Þú veist, ég er bara að tala upp á... Ekki bara vera að gera þetta, auðvitað. Ok. Fair enough. Er það hækka pínlítið í the headset? Ég get gert það. Má ég spyrja það einnig spurningu? Bara strax? Bara strax. Eða varst þú með eitthvað tilbúið? Nei, ég sko labbaði fram og ég var að hugsa eitthvað. Hvað voru að tala um? Ég vil ekki byrja að tala um það, þá gleymi ég sem ég langar að tala um. Ok. Ég var bara að spá í þessu morgun af því að ég kom með svo mikið og fyndið hár. Já. Og ég er ekki einn um það. Þú ert ekki einn um það. Ég er með... Ert þú með, má ég sjá? Ég er búin að sjá hvað ég er mikið hár. Þetta er samt alveg fyrir gott. Ég gleymi að þú ert ekki svo sköllóttur. Þú ert alveg með fullt af ári. Nei, veistu hvað? Safna þessu. Máli, ég áttaði mig á því að væri að vera sköllóttur áður en fólk fór að tala um það og gera grína út í bæ. Það er defense. Já, þetta var sko... Stjórnað umræðinni. Ég fattaði the joke. Já. Herðu, en það sem ég er að spá er að núna á COVID-tímum og allir konum pínu fyndið hár og sömur eitthvað bara að raka á sér hárið til að díla við þetta. Já. Heldur að sé fyrir klippingar og kannski nuttara líka, heldur að sé virkur svartur markaður fyrir þetta. Þú veist, að fólk sé bara, ég er bara til í að borga hvað sem er til þess að koma í klippingu, bara 30.000 kall er einhver til að klippa mig og einhver sé bara að gera þetta út í skúr eða einhver er bara, ég er svo fokt í bakinu eða þú veist, ég með vöðvabólgu, sá sem er til í að nutta mig fær 50.000 kall. Heldur að sé bara blómlegur svartur markaður fyrir svona dót. Bara auglýsingar á Telegram. Jafnvel, svona þú veist, já í gríni en samt já í fúlustu alvöru. Ég held að það sé nú ekki Telegram en hérna en ég er svona 1000 klipping er á ferðinni. Já, nákvæmlega, þú veist, ég myndi alveg hugsa eitthvað, ég líka reyndar. Look at me, maður. Ég bara veit fyrir fakt að það er hægt að fara í nudd og klippingu. Einmitt, hvernig veistu það? Hefur nýtt þér svona þjónustu? Vinur minn? Já. Hann fór í nudd. Ok. Bara af því að hann var það slæmur? Eða þú veist bara af því að hann dýrka nudd? Hann dýrka nudd. Bara þurfti ekkert sérstaklega á því að halda og var bara eitthvað djöðlega til að fá nudd. Þú veist, bara eitthvað svona gott. Já. Og bauð hann bara nógu hátt. Eða er svarti markaðurinn bara á eitthvað svipuðu verði? Ég held þú getur nú alveg bara, sko, má ekki gleyma að á sama tíma þú ert desperate í nudd, þá er nuddarinn desperate í money, sko. Já, það er aðalega það sem ég er að hugsa um, sko. Þannig í raun og veru ætti fólk núna að nýta sér hérna stöðuna og undirbjóða og segja ég til að borga þér 2 skallur nudd. Já, 100%. Bara er það ekki það sem maður á að gera? Ef fólk er desperate, þá á maður að misnota það. Jú, maður á að ringja í maður ætti að ringja í nuttarinn núna og vera alveg Ertu broke? Er erfitt? Já, mjög erfitt. Vá, mér er svo ótrúlega illt í hendinni bara að vantaði nutt. Nei, ekki þannig að ég bara er að halda á svo ógeðslega mikið pening. Já, en þú, hvað ert þú að halda á mikið af pening? Bara æla engu, sko. Ef þú nuttar hendina á mér, þá máttu við eiga peningin. Nákvæmlega. Þetta er eitthvað dæmi. Nei, auðvitað ekki gera þetta og fólk á auðvitað ekki farið nutt núna klippingu. Augljóslega á fólk ekki að gera þetta en við vitum alveg hvernig fólk er. Já, en er ekki líka alltaf fyndið núna, er ekki bara ætti ekki að vera bara svona smá ekki óskrifur, það er regla en við myndum bara gera díl okkar á milli að allir bara safni og sjáum sko bara svona all grow November og síðan í desember sjáum hvað allir eru fucking fyndis. Þetta hef ég einmitt líka verið að hugsa sko, af því að ég hata að menn bara gefist upp, þú veist að þeir eru orðin svo vanir því að vera með einhver fades og fresh cut og fara í klippingu 3 daga fresti að eina sem þeir eru færum í þessari stuðu er bara að raka á sig hárið á 3 daga fresti hvað við held að fucking safniði bara, hárið er gegga þeirra loðin. Ég tóli samt ekki ég sá mynda mér. Það er öllum sama að þú sért ekkert svo fresh í augnablik. Ég sá mynda mér frá því fyrra bara og við förum inn á það smá sem poppaði upp í símanum mínum. Memory. Já, en förum við yfir það eftir smá og þá getur þú skrifað þetta niður? Já, getur þú skrifað memory. Herri, og þá var ég með snitt skegg og ég nefnilega
því miður er búin að venjast í að vera með þetta skegg sem ég er núna á. Ég þoli ekki þetta skegg. Og það er ekki, þetta er ekki, ég er ekki að fiska eftir eitthvað svona, nei, þú ert ekki flott með skegg. Mér líður bara betur. Þú ert heldur ekki flott með þetta skegg. Mér líður betur þegar ég er snirtur, en ég er ennþá að leika í hlutverki og ég má ekki raka mig fyrir janúar. Það er bara samlingsmyndin. Já, basically. Ég basically má ekki breyta lookinu í smá tíma í viðbót og ég get ekki... Varst það ekki þú sem ákast að karakter væri með skegg? Jó, ég veit... Og líka, þú varst sko með allt öðru sem skegg daginn. Þú varst bara eins og þú veist, bara svona hermit. Ég vissi að það væri... Hvað er íslenska orðið yfir hermit? Það var mánuður... Þetta froskur? Nei, heldur svona... Þú veist að tala Kermit. Hvað? Hermit the Frog. Nei, það var mánuður milli... Krabbi? Það var mánuður milli þess að við vorum að skjóta. Þannig ég rakaði það í smástund, þannig ég snirti það í smástund og núna er ég aftur komin í sólstæðurskeggið. Einsetumaður er orðið sem ég er að leita. Ég ætla að sé hermit á ennsku. Kermit. Þú leist út eins og svona einsetumaður sem að er bara, ég var ekkert að hlusta á því í svona 2 mínútur af því ég var bara að reyna að muna þetta. Nei, við vorum bara eitthvað að tala Hermit the Frog. Einsetumaður er hárrétt. Já, einsetumaður. Ég var að translunda. Ok, það er frekar vel gert. Það ekki. Býr undir einhverju brú. Þannig varst daginn, en núna ertu ekkert eins og búir undir brú. Það er sem búir ón á brú. Mér langar líka þakka það fyrir. Vá, gæðið. Svo mikla framfærir. En mér langar líka að snúa mig, sko. Að fólk miskili ekki að ég sé aftur að gefa hárinu síðans. Sko, ég veist sko, að segja hvenær ég fatt að ég væri skölldur. Það var mynd sem var tekin af mér og þér í kastalunum, gamla útvarpsþættinum á Kiss og myndin var tekin ofan frá í stúdíónu og þá ég sá þessa mynd og ég sagði, jæja, þá var þetta bara... Hvað fórstu bara heim og snúða þig? Nei, ég fór heim og litaði hárið á mér hvítt og það var gott illusion sko. Já, af því að þá sko féll skinni betur af því ég Já, hvítur. gerður út af því? Já, það er ekki bara út af töff Jú, mér finnst það líka töff. Ok. Mér finnst það líka töff. En það eru svona vissir hárstílar sem ég sé eftir að hafa aldrei prófað sko. Eins og hvað? Varstu einhvern veginn með sítt hár? Ég var með sítt möllött. Já, þú varst með frekar sítt möllött. Ég veit ekki, bara fullt af einhverju svona stílum. Geturðu safnað? Fullt af stílum sem að mátti einu sinni en eru bannar í dag. Hvað, dreddar? Já, til dæmis dreddar. Dreddamál í dag, ég sé alveg menn með dredda í dag. Það málaði, lélega ákvörðin, það málaði. Og fasta fléttur. Ég verður með svolítið fasta fléttur. Ja, svolítið, þrís á ræðinni. Er það vont að fletta? Það er smá átök, en ég er ekki hársár. Ég fæ svona smá notalegt svona... Fílar þetta? Nei, ég segi ekki fíl, ég hef gaman að þessu. Þetta er svona smá eins og segja pínu fyndi brandara. Svona... Að fasta fléttur? Já. Ha, byrju hvernig? Bara, þú veist, þú ert ekki aðeins að þetta er cool, þú ert aðeins að þetta er pínu fyndið. Þú varst samt alveg, ég hugsaði að því með mávarvídeó finnst mér mjög skemmtilegt. Já. Og það er þetta með fasta fléttur sem að væri örglega hægt að deilum í dag hvort þetta væri... Já, og á þeim tíma, sko. Hvort þú væri racist piece of shit. Þetta er nú bara 3 ár síðan, sko. En allavega, það er ekki... Maður er kannski ekki racist piece of shit, en þú veist, ég veit ekki, kannski hefði maður átt að fara eitthvað, þú veist, varlega, ég veit það ekki. Ég myndum okkur bara að það sé ekki til í smástund og við erum að tala fastu fléttunar. Já, ertu meira bara sagan? Nei, bara tala lúkið sem þú varst að vinna með. Mér fannst það bara cool. Já, þetta er fínasta lúk, sko. Þetta var algjört út af sögunni, þá þarftu í rauninni til þess að vera ekki eitthvað, þú veist... Sammála, auðvitað, trúðu mér, ég lendi í það verður einhvern veginn að hafa, þetta verður að vera í smá gríni svo að það einhvern veginn núli út að þetta sé controversial og skrítið, skilur við. Make it a sense. Í sambandi við söguna? Já, í sambandi við söguna. En ertu þá ekki einmitt, og ég er ekki að segja að þú hafi verið að gera þetta, en ertu þá ekki einmitt að gera grín af hárstílum? Nei, ég frekar ekki, málið er nefnilega, mér finnst ég frekar verið að gera grín af hvítum gaur sem er með þetta. Ég er grínið. Ég er rapparinn sem er með hvítur sem er með föstu flötuna. Það er grínið einhvern veginn. Og þá einhvern veginn þegar þú smá að gera grín af sjálfum þér, þá opnast glænýjar vittir.
þá máttu gera létt racist hluti. Nei, segir svona. Þið veit hvað ég menna. Ég lærði hard way að tala þetta sko, ég var náttúrulega í útvarpsþætti þegar það var þarna fléttu hitamál, ég var stelpur sem fekk sér fasta fléttur og... Fokk, ég held að vera að tala eitthvað hitamál sem ég gerði mér ekki grein fyrir að hefði orðið mig. Manst ekki eftir því þegar þú varst tekinn fyrir? Já, þegar ég var cancelled. Það varst í útlöndum, Já, nákvæmlega. En ég samt, og pældi þessu, ég nokkuð vissum að þetta gæti gerst, að þú gætir lent í svona hitamáli og ef þú væri bara með slökkt á símanum og lengi, þá myndi það aldrei affekta þig. Sko, ég var að mála íbúðunum mín í senastu viku og ég sver að í þessa 3-4 daga var þér cancelled. Þú veist, það hefði verið hægt að cancella mér og ég hefði ekki fattað það. Þú veist, það er eins og segið, þegar fólki cancella gerir fyrir hratt og örglega og svo gleyma því allir. Ég hefði kannski á þriðjudegi geta verið cancellar og svo hægt að mála á 50 daginn og fara eitthvað meira hangi í símanum. Ég hefði ekki orðið var við það. Það er mjög fyndið koncept að vera cancellaður og veit ekki að því. Nei, og síðan ég held að sé samt alveg, þú veist að þú ert einhver típa í einhverjum hópi og annar hópur sem er af öðruvísi þenkjandi fólki, þú veist, þau cancellaðir og af því að þú umgengst enga úr hinum hófnum sem cancellaðir, þá var þér í fyrsta lagi náttúrulega, þá var þér aldrei cancel og þú veist ekki eins og að það gerði einhver tilraun. Maður er svo fljótur að gleyma líka, þess að ég hugsaði, ég kaupi ennþá alltaf örnumjólk í staðin fyrir MS-mjólk. Ég byrjaði þegar neykslismáli í kringum MS. Já, ég gerði það líka, sko. En núna kemur það stúpitt hlutum. Hvað gerði þið MS? Ég man ekki út af hverju ég er að kaupa örnumjólkina. Skilja, þetta er svo að vera full út í eitthvað. Var það ekki bara smá af því að MS, þú veist, eru svo stórir á markaðum, þetta er smá eins og... Það var einhver einokun í gangi. Já, smá svona einokun á tilburður og þá heldur maður alltaf með litlagurnum. Já, en þetta er samt eins og að vera bara, ég hati einhver. Hvað gerði hann? Ég man það ekki. Það var eitthvað. Ég man að ég var alveg brjálaður. Ég man ekki af hverju. Þetta er sama, síðan finnst mér líka bara skemmtilegri þegar ég er að köpa mjólk, þá finnst mér skemmtilegri umbúður á örnumjólki, það er svona kú framan á, teiknumynda kú. Það var líka nýmjólk. Ég veit ekki hvernig... Byrjaði þar? Kúin byrjaði þar. Nákvæmlega. Finnið eitthvað annað maskot á kú á mjólkina ykkar, annað en kú. Þetta er... Mér finnst alltaf að fyndið. Mér finnst alltaf að fyndið þegar maður er að borða á einhver svona veitingastöðum og það er svona mjög glöð hæna og er að borða hænu. Já, ertu að meina eins og sæta svíninu? Er svín... Út allt, ég sverða það er svona 500 myndir og styttur og skúlptúrar af svínum inn og sæta svíninu og sum þeirra eru, ég sverða þau eru bara að borða sjálft sig, þú veist bara svona að býta af líkamannu sínum og það er náttúrulega ruggluð pæling. Já, og líka drullu sama maður. Sorbian sem er kjúklingastæðin og það er ég held að þú veitir þetta ekki, þetta er ógeðslega fyndið, það er svona hæna framan á. Okkur veit ég þetta ekki? Bara, ég veit það ekki. Þetta var samt, eftir að tala um logoið. Þannig að það var svolítið í umræðinni. Var það umræðinni? Þekkir þú logoið? Já, er ekki bara hérna kjúlin og... Thumbs up, drullusáttur. En tjekka þetta, farðu núna á Google og skrifaði Funny Chicken logo og skoða bara fyrsta sem kemur upp og settu á skjáin. Er það? Það var, já. Funny Chicken logo. Fyrsta, á ég að finna Sorbian sérst með þessu? Það sem ekki, já. Það er að þú veist ekki hvernig Sorbian logoð er, það er þannig. Nei, það stendur Sorbian á því. Ha? Nei, ég sé það ekki. Býtu. Þetta er að fara í raskat. Jú, bara fyrsta hérna. Já. Nafni, passa sig. Fyrsta logo sem kemur. Veit ég ekki hvernig logo er, með að beint fyrir fram og ég veit ekkert hvað er í gangi. Hei, mannstu þegar ég sagði í byrjun og var eitthvað, ég sagði, það er ekkert alveg víst að þú veitir það, þú veist alveg, hvað meinu ég? Hvað okkur veit ég ekki? Ég veist 15.000 bækur. Ég hafði alveg séð þetta, ég var aðeins að grínast. Þetta logo, þetta er svo ógeðslega fyndið að þeir hafi gert stað og verið bara, chicken logo, tekið hana hot út og sett bara í staðinn. Já, það er það sem ég var að ruggla mig. Ég held ég var að leita bara af Sorbian logoinu, en þeir bara rændu þessu logoi bara. Já. Þeir bara hendi, kannski borguður eitthvað á, þú veist... Nei, þetta er bara free funny chicken logo. Já, mögulega var þetta free. Sem að er, með þetta mjög gott. Já, sjátt á þetta Sorbian bæði vei.
og ég segir, mér finnst það ágætt. Mér finnst það ekkit, ég ekki svona mikið fan á það. Þetta er samt bara, þú veist... Ég ekki drullegur það, mér finnst þetta bara solid ass, þú veist, þetta er bara solid ass svona... Já, ég veit hvað meina. En ég held að ég hef orðið fúll að ég held að ég væri að fara á kjúklingastað. Já, ég ætla að einmitt að... Það er motherfucking kjúklingur að gefa thumbs up. Nei! Jú, þú veist það, þú getur fengið mjög mikið kjúklingana. En jú, það er, þetta er 50-50 lambastæður. Þetta er svo myndi kalla Hamborgarbúl Tómasar nautakjötsstað. Þetta er svo myndi segja að það væri selja steikur. Þetta er ekki nákvæmlega eins en ég... En veistu hvað ég tala um? Ok, já. Þú veist, já, algjörlega, þú ert með eitthvað sem þú heldur þú sért jafnvel á leiðin á Hanan eða eitthvað. Það er nefnilega máli. Þú heldur þú sért á leiðin á kjúklingastað. Ég ímyndi mér, ég geti farið inn og sagt, ég ætla að fá hálfan kjúkling og hérna... En þú veist, þú fer að sæta svínið og þar er grís og eitthvað, en þú veist, þeir eru alveg með meira heldur en grísakjöt. Já, en ok, ég veit ekki henni, núna er ég að vera gauti. Ég ætla bara að, þetta er rétt að þér. En Sorbian, sko, þegar maður horfir á logoið, ég get bara ímyndað mér eitthvað svona plat KFC-stað. Er þetta ekki bara svona kryddaði kjúklingur? Nei, það er bara mandi. Finnst þér Hanin vera plat KFC? Nei. Nei, ég hef búist við að þetta væri svona svo Hanin. Já, ég skilði en ég held þetta væri bara eins og mandi. Bara svona Popeyes eða KFC, eitthvað svona, geða svona crispy húð utan á, bara svona leggir. En bæði mig, ég hef aldrei, og þetta er svo langt frá að vera auglýsing, að ég hef aldrei fengið neitt frítt á Haninum, en Hanin er by far uppáhald staðurinn minn of all time. Já, of all time? Já, ég dýrka Hanan. Mér finnst það geggja en ekki all time, eða? Fyrir mér, þetta er algjört go-to fyrir mér, bara, ef mér langar eitthvað holt, ef mér langar eitthvað sveitt, ef mér langar bara að borða eitthvað, whatever, ef mér langar að taka fund, bara, ef mér langar að, ef ég er einn og langar að fara að borða, ég er bara Hanin, bara go to dæmi. Ferðu mikið út að Granda á Hanan? Já. Nei, það er búið að opna. Já, alveg bara fyrir langa, ég fór hann daginn. Ég hef ekki farið út bara síðan í mars eða eitthvað. Já, ég vil hvetja allir til að fara á Hanan út á Granda, þegar ég mætti daginn, þá var ég, þú veist, ég man ekki hvort að ég var einhverju undarlegin, nei, ég held ég var ekkert undarlegin tíma, bara eitthvað kvöldmatarleitið á virkum degi og það var bara, þú veist, ekkert að gera. Þú veist, ég var einn þarna og ég með minna að það verið fullt á Flatey, það er hann við hliðina. Já. Ég meina bara til að halda í þessu lífi. Þú vissi ekki á þessu stað. Ég væri búin að fara á Hanan og Granda ef ég veit að það er. Já, af því að það er alltaf pínu óþólandi að fara í Skeifuna. Já, vá, pínu óþólandi og líka þarna porti sem þau Hvað er að Skeifunni bara? Hvað er útsprungast að dæma á Íslandi? En ef við samt að með það er eitt varandi Hanan sem það er lof og last. Lastið er að ég ógeðis oft farið þunnur á sunnudegi og verið bara ok, ég ætla að fara að fá mér Hanan til að bjarga lífið mínu. Keiri Skeifuna, keiri fyrir utan það loka á motherfucking sunnudum. Hvað fucking Já, vá, ég held ég að við líka lent í þessu. Ég líka. Já, og þú ert bara, þú ert komin í Skeifuna, sko. Ég hef gert þetta margoft. Og þegar þú ert komin í Skeifuna. Að heilin á mér vill ekki meðtaka að þessi loka á sunnudum. Þannig að lappar á glerið, bara. Getur þú googlað þetta með opnunartíma? Já, mér finnst þetta eiginlega bara það ótrúlegt, sko. Já. En þú veist, það er náttúrulega kannski ég þamba þetta vatn, það er svo stúpid. Kannski núna náttúrulega er opnunartími bara í ykkur helli, sko, hjá þeim. Já, það hlýtur að vera samt eitthvað svona staðlað bara í grafíkinni eða eitthvað svona dæmi. Hvað? Nei, ekki neitt. Þetta er bara, þetta skiptir með, ef við erum að tala um þetta hérna, þá, þú veist, við erum vanlega ekkert að fact-checka það sem við segjum, en ef við erum að tala um opnunartíma á uppáhaldsstaðnum okkar, þá er frekar mikilvægt að Við þykir líka bara vænt um stað. Ég veit ekki, ef það er einhver sem tengist Hananum á einhvern hátt, bara fucking komið til skila til eigandana hvað þetta er mikið snill. Já, þetta er góð matur. Og það er sósa þarna sem heitir Lemon and Herb. Lemon and Herb. Ég væri til í að drekka bara, ég ætla að fá heilan kjúkling með lemon and herb on side og síðan bara lemon and herb í glas með. Það er rosa gott. Til að drekka. Þetta er bara á Facebook hjá mér, ég get ekki betur séð en það sé bara ennþá loka á sunnudum. Já, ok. Kannski bara það mikið að gera að þeir bara geta það bara, þetta var geggjuvika, allir fá frí á sunnudaginn, við höfum ekki opið, það er allir að chilla núna. Kannski eru þeir megatrúaðir. Kannski eru þeir alveg svona alveg brútal trúaðir og eru bara, herri... Eru þið eitthvað að fara í messu á sunnudaginn? Nei, það er...
Ég fór síðast í messu, þetta sé ekki kannski svona 5 ár síðan og það var bara aðfangadag. Já. Ferðu alltaf? Nei, ég fer aldrei. Skilur, ég fór familíðin? Nei, ég bara ákvað að gera þetta. Bara eitthvað svona, ég var nýbúin að horfa á Home Alone og ég var svona atriði þarna Silent Night maður sé ekki gamleikur með skófluna og maður kemur svona atriði í kirkju og síðan fórst í messu og þeir litist ógeðslega Nei, fannst það bara svona fallið eitthvað, það er næst að fara í messu hvernig fólk er í þar Þetta er pínu væmi en ég er svona jólaandinn hafa búið að slökka í honum skilur Varst það hann að sækja hann? Ég var hann að kveikja á honum Já, ég skilur og ég bara svona hugsaði ég ætla bara að kíkja í kirkju og það er mér finnst kirkjur mjög jólalegar. Já, það er það. Þannig að ég ákveða að testa þetta. En líka jólaháttíðin er náttúrulega kristin hátíð, þannig að það er svo sem Mega sense. Ég er náttúrulega á tímabili var svo mikill andkirkjumaður, þoldi ekki kirkjuna og ég raun og veru að hluta til ennþá í dag, en mér finnst bara eins og ég fór í í Langholtskirkju, hvað heitir hún? Er það grínast? Landakots og í kaþólsku kirkjuna í Vesturbænum Já, akkurat Beautiful það er bara, hún er bara, ef maður fer inn í hana hún er ótrúlega falleg og náttúrulega garðurinn í kring og húsið Landakotsskóli allt þetta dæmi, þetta er beautiful scenario náttúrulega með svona horrible sögu Já, frekar sko en scenario ekki og síðan fyrir maður inn í kirkju og það er, þú veist, það er þetta skrifta við hafa alltaf fundist það að vera ótrúlega Já, bara svona, blessaði mig faðir, ég hef syndgað Ég bara blessaði mig faðir, ég hef syndgað bara ég tók 70 pillur síðustu helgi og kerði á Minnist biblíun eitthvað á það? Og þá Ekki taka e-pillur, ekki 70 og þá segir gaurinn, þá segir presturinn bara, þegar þú bara, já, ég tók 70 pillur og kerði á bát og þarf þá að fara með 70 maribænir og einu aukabæn fyrir barn sem kerði á Særi, ég tók 70 e-pillur og ók á barn Ég bara set upp scenario og erum við sömu maribænir fyrir barnið og e-pilluna 71 marjubæn fyrir hverja pillu sem þú tekur þá tekur utan eina kúlu á hálsmenninu Já Ó guð, það í alveg neða? Nei, ekki, ég bara segja það þannig? Ég spyr bara Arnar, við erum allir að læra þetta Ég vissi að það er ekki svona hvað er þetta? Skriftunar hvað kallar þetta? Skriftastóll Já. Þá fer presturinn öðrum megin og fólkið fyrir hinum megin Ég held ég hef aldrei séð í mynd á þess að gæinn sem er byssu og skítu prestur Já, það er alltaf bara, þetta er algjört Þyrfti maður ekki að vera með byssu svona að tala við það ok, ég er tjóka, við erum ekki að vera með byssu í kirkju En herru, það var eitt sem ég skrifaði niður, við komum aðeins inn á hann Það er memory í fótoalbum á iPhone-um Já, ég var að segja Arnar frá þessu bara á leiðinni það er eitthvað nýtt update í iPhone Já Þetta er náttúrulega búið að vera lengi núna á Facebook og Instagram og Snapchat og þú segir þetta sem núna komið í nýjustu uppfærsluna af iPhone Þetta er ekki Samsung símum þeir eru ekki óþólandi ég nenni ekki að byrja að tala fucking Samsung og myndalina Samsung hvað hún er góð hvað hún er mikill lígari af hverju lígur Samsung svona ég átti spjallu bara örsnustum með það ég átti spjallu gaurinn daginn sem var að segja ég var að batterisleisa ok, iPhone það var ég nei, það varst ekki, það var annar það lúkast þú hann sagði, ok, iPhone típist iPhone skemmtlegu gæi þetta er bara típist, þetta er bara fucking ég set ekki síman hleðslu í nótt, þetta er bara 100% mér að kenna ekki þessar frábæru vöru sem ég var svona herri, og ég sagði við hann, ok, þá segja mér af hverju lúkkar allt sem að þú setur í story úr þínum síma eins og ég hafi búið til myndavélina í gær, bara í einhverju tækni áfanga í tækniskólanum og hann sagði, já, ég get alveg sagt það sko, myndavélina er miklu betri í Samsung en það er alltaf uppdata hraðar fyrir Apple Þannig að myndböndin eru það góð að síminn þinn höndlar það ekki og sýnir þið illa Hann er ekki að segja það Nei, það sem hann er að segja er Hann er að segja akkurat það Hann er að segja að Apple eru miklu betri að uppdata sig í samræmi við appin og síðan hugsa ég bara,
ok, fyrir hvað nota maður síman fyrst og fremst? Samfélagsmiðla, ok, ég er ekkert endilega að tala um okkur, ég er að tala bara yfir höfuð, maður er að nota á til þess að posta á Instagram og Snapchat og senda vini sínu myndir og eitthvað. Hringja. Ég er ekki að taka norðurljósa myndir á símann minn, ég þarf ekki brjálaði ljós. Þú þarf ekki mynd af tunglinu. Nei. Þannig að, en gætur þú tekið mynd af tunglinu í Samsung? Ég er alltaf að því, þau eru crispy góð, ég sé fucking, er að djóka, ég sé þarna geisarna ummerki lofsteina, geðað skýrt. Hvað finnst okkur þessar memories í símum? Hvað málið með það? Ég ætla að segja, sko memories, mér vanalega alveg sama, en þetta samt svo fyndið bara, hei, manstu? Já, þú veist það sem þetta bara allt í einu byrjuði símar að gera þetta, svona tappa inn á nostalgíuna. Bara skyndilega var ég man ekki hverju voru fyrstir að þessu, en það svona einhverju að ég fatta bara, hei, fólk fucking dyrkar minningar. Fucking dyrkar minningar. Fólk man ekki neitt, það allir orðið svo heilatir, þau mun ekki neitt, en ef við minnum það á það, þá mun það repostaðu vera eitthvað, sem er náttúrulega líka alveg fárlega lélegt content, eitthvað, sjáu gamla kontentið sem ég postaði fyrir árið eða 2 eða eitthvað, það allir ég búin að sjá þetta maður. Það það sem að interneti snýst við viljum eitthvað nýtt og ferskt, ekki eitthvað gamalt og þetta samt, ef við setjum þetta í bara í samhengi við raunveruleikann, þá finnst mér alveg gaman að grípa í sama myndaalbúmi aftur og aftur að það líður nógu langur tími. Ef maður fyrir mömmu, skilur, og maður eitthvað skoða sömu myndirnar af mér litlu með boxhanska stóra, sjáður aftur. En þetta er sérstaklega pirrandi núna. Já, bara svona færði eitthvað þú á Miami eða í Kaliforníu eða eitthvað. Ég fekk bara áðan, ég vaknaði við það að í fyrsta lagi, ég stilti vekjaraklukkunni, læra hljóðið. Já, og núna vaknaði veistu hvað, ég vaknaði, leiði bara vekjaraklukkunni að bara pípa bara 5 mínútur, ég var bara, vá, hvað þetta er þægilegt. Því núna er svo lág og þægilegt, en ég vaknaði samt. En ég fyrir síman, og sími minn vill strax sína mér eitthvað, samt ég ekki að biðja um það. Hann er bara, hei. Tjekka á þessu. Manstu að fórst að rjúpa með Helga? Manstu að varst að rjúpa með Helga? Það fyrir árið síðan. Manstu þegar þú varst að rjúpa með Helga og Varginum? Var það ekki gaman? Og þetta er sérstaklega böggandi núna, af því maður er ekki að gera goddamn fucking shit. En er ekki líka böggandi hvað er síminn að þykjast að vera? Það er hann að reyna að vera eitthvað svona vinum hans? Já. Og það því að, þú veist, hafið þið hort á þetta Social Dilemma? Já. Þú veist, það náttúrulega að keyra svolítið á þessu. Bara reyna, þú veist, síminn hans Gauta var bara, vaknaði. Það var eitt sem komur á óvart í þá mynd. Ég vissi ekki. Bara eitt sem komur á óvart. Að það væri 3 gaurar sem líta alveg eins út, 3-burar, í einhver herbergi inn í símanum mínum. Það var bara for comedic purposes, held ég. Nei, en sáðu samt í þeirri mynd, það var bara, wow, heyrðu, hann er að hægja á skrollinu sinu, gefa honum eitthvað, boom. Já. Þetta er svo sjúkt. Þetta memories er bara tengt þessu, hann er ekki lítið nóg, hann er ekki að eyða öllum klukkutímanum í að fara á síman. En þetta er náttúrulega algjör, eins og núna er bara þetta er algjör snild. Það er að poppa upp bara myndir sem er að poppa upp hérna on this day, þú ert á on this day? Við varum á Airwaves. Já, Airwaves fyrir Gísli Pálmi, Jói. Það var sko ógeðslega gaman að hana. Lói Petru, það er þú. Heyri tónlistin líka, ekki sorgleg tónlist. Salka, GQR. Sjáðu, sími minn er að segja bara, manstu hvað var ógeðslega gaman, hann er myndur okkur. Er þetta í fyrra? Var þetta í fyrra? On this day 2015. Já, ég ætla að segja varlega þetta leit út, ég meina Salka var ekki kasólit þarna og ég á 5 árum yngri en ég er, er mitt. Sér, þetta var nú ljóta þegar ég þunnur að sjá þetta. Já, ég sérstaklega síðustu myndina. Þetta ekki fegin að vera hættur að drekka? Ég ætla ekki að sína síðustu myndina sem að koma upp. Ok, sýndi mér hérna eftir. Ég leit frá, ég gæti ekki horta á þetta, sko. Já, þetta til dæmis, þetta er líka síminn að vera ei, manstu, þú horfir á okkur og þú fær bara í magan og líður illa og hatar þetta og vilt ekkert muna þetta. Nei, það er oft svoleiðis stótt sem að poppar upp í svona memory-stæmi. Þetta er sérstaklega erfið helgi núna. Þetta er, pæliði, þetta er fyrsta... Hefur þú ekki spilað á öllu Airwaves eins og ég? Öllum Airwaves? Ég veist bara síðan þú byrjar að spila Airwaves. Jú. Þetta hefði verið... Ég er búin að spila straight frá 2007. Já, ég er búin að spila straight síðan 2009. Já, það hefði verið emitt. Það hefði verið 12 árið mitt. Já, 14. árið sem ég spila. Og fæ ég núna, ég er spá,
fæ ég að claima það þegar ég spila næsta ári að ég hafi spilað 14 ári röð eða fyrir eftir hvort þú séð viðburður núllstillast allir það er nefnilega Zoom viðburður já, það er svoleiðis hafið þið tekið tónleika gegn Zoom? Ég var að spila svoleiðis gig bara núna í hvað fyrir 4 dögum hvernig var það? Misti ég að þig maður, dem Var þetta eitthvað svona fjár jólabóð eitthvað? Þetta var eitthvað Seðlabankin með var þetta bara Icelandair? Var þetta concept events dótið? Nei, þetta var ekki það en þetta var svipað dæmi, þetta er bara strákur sem að setur upp tónleika og fyrirtæki kaupa þetta síðan og Seðlabankin, þetta var bara eitthvað svona hádegisviðburður, allir að vinna heima skilurðu og Það virðist alveg stemming fyrir þessu, ég sé að fyrirtækir halda árshátíðir og eitthvað í gegnum þetta og fólk er bara eitthvað heima og sé bara í fínu fötum að elda ekki mat og er bara eitthvað að horfa á svona. Hvað er það samt? Tölum við erum ekki að halda hennar árshátíðir hérna í podcastunum, þannig ég veit ekki hvernig þetta er eða hvernig þetta virkar, en ég sé að fólk er alveg í stuði fyrir þessu. En ég persónulega, ég sé mörg göt. Ég sé bara gutt bara frá performer hliðinni 100% að ég mæti á svæðið hvaða svæði? Heimtíðin nei, þetta er ekki þannig ég mæti þess að upp í svona framleiðslu fyrir eða upp í Exton ég fór ekki upp í Exton bara stúdíó Sonic heitir það sem ég fór upp í sem er bara svona eins og Exton og þetta er bara svona stór lager eins og komið á sem er bara með endalastu kösturum og mónitorum og drasli og það er bara búið að girða af svona svæði ég get líka bara Er þetta smá bara eins og heima með Helga? Bara þú ert einhverstaðar að spila Ég skal bara sína ykkur En var þetta ekki story hjá þér eða var það bara frá jólufinu? Nei, þetta var story Já, þá veit ég nákvæmlega hvað það Ok, ég getur líka sett upp hérna bara þetta vídeo Já, við sendum mynd, já Já, við sendum mynd Allavega, þetta er þannig að maður mætir á svæði og það eru bara 2 heavy skrítnar eitthvað svona VF-myndavélar og pínlítið bakgrunn ekkert svið að það þarf ekki svið svið er bara fyrst og fremst gert til að hækka upp frá fólki, það er ekkert fólk og ég mæti svæðið og maður er einhvern veginn maður peppast ekki neitt það er ekki þessi spenna sem er bara ég verð að standa mókslega vel, það er svo margir að horfa þú veist ekkert hvað eru margir að horfa ég er reyndar var þetta Facebook live event eða eitthvað hann ekki? Nei, þetta er bara eitthvað svona lokaða linkur sem að fyrirtæki fær Seðlabankin í þessu tilfelli en ég ætla að spóla aðeins aftur í tíman því ég tók eitt svona gig í mars fyrst þegar allt var nýskotlega á og þá gerði þau mistök og margir sem voru að performa að vera dónalegur fara upp á svið og svona downgrade gigið og vera bara, ok, bara ekkert fólkina en skríti, sem er ógeðslega glatað, sérstaklega fólk Hvaða gig var þetta? Sem ég var að spila á Já, þetta í febrúar Þetta var bara eitthvað Stöð 2 viðburður eitthvað stef dæmi þetta var ekki, ég spilaði ekki á því en ég veit hvort, ég horfði bara á stöð 2 gigið það var hver einasti artisti sem byrjaði að segja bara, ok, geggi stemming og leið og artistin fyrir að downgrade gigið þá gerir þú það sjálfkrafa þetta er alveg svo að byrja að gigga og segja afsakið, þetta verður örugglega dálítið lélegt að því svo veikur þá fara allir að fókusa á sitt veikur allavega, ég fer inn í þetta Jón Jónsson spilar fyrst og undan mér og hann er bara að tala við engan og hann er fyndingaður, skilur og hann er að segja brandara, en það er ekkert reaction þannig að Jón byrja bara hann byrja bara að spóla í ofvirkni og er bara, þú veist af því að það er ekkert feedback, skilur hann er bara, hann svo vanur í að fólk væri at this point að gefa honum eitthvað síðan fer ég á svið og ég fattaði eftir smá stund var ég bara búinn á því að því að það er ekkert krát til að bánsa þú ert ekki að nærast á neinu ekki neinu, en þú ert að gefa fullt frá þér Var þetta mörg lög? Ég tók eitthvað 6-7 lög eða eitthvað Þetta var alveg svona sett Já, alveg 25 mínútur og síðan er svo skrítið að klára lag og bara ekki neitt Var ekkert að setja inn bara eitthvað svona klapp sound effect eða Ég hugsaði svona fótboltaleikjum síðan var ég að segja fólk eitthvað, hei, takki mig á samfélagsmiðlum svo ég sjá hver að hlusta og takka mig enginn en síðan fekk ég skilabóð bara 2 dögum eftir og bara, hei, takk fyrir giggið daginn, það var geðveikt ég veit ekkert hvort það voru 5, 50, 500 eða allir á Íslandi bara 100.000
Þetta erfitt, sko, þú veist þú hefur náttúrulega tekið lag í þættinum með Gísla Martin, ég var að hugsa það eitthvað svona sem að mér finnst oft, svona TV-performance finnst mér oft mjög erfiður, en meira þess að hjá Gísla Martin, þá ertu með allan að Gísla og gestina hans, þú veist, til þess að spila fyrir einhvern veginn. Já, það reyndir vorulega, þú veist, tæknimenn. Já, en þú veist, þeir ekki að vera eitthvað, og það engin eitthvað engin svona sem klappar baki eftir og eitthvað og þú ert að taka 5 lög, þú ert ekki bara hjá Gísla eitthvað að enda og taka 1 glænýtt lag, þú ert bara eitthvað að taka set tala á milli laga það er svo fokkin erfitt að vera, þú veist, að tala á milli laga í sjónvarpi. Hvað er það að segja? Já, eina sem þú ert líka að segja eftir eitthvað, er þetta skrítið að sé einhverjum það er eina sem þú ert að hugsa þú ferð bara í að dangreita aðstæðara þegar hvað annað átt að segja. En þú veist, mér finnst er þetta cool aðstæður það fer vel mig og þú, líka að því við erum ekki veist, ég ekki stand-up comedian skilur, ég er ekki með eitthvað uppistand þó svo ég stefna á skrifaði draumum þá þetta alltaf erfitt að því maður veit ekki nákvæmlega hvað hann segja þannig ég bara þakkaði fyrir mig og ég sagði eitthvað, þetta var Seðlabankinn og ég talaði eitthvað að brenda peninga og hvort það var einhver sem getur græja fyrir mig vinnu þetta væri svona draumadjóp á posti einhver að hlæja og þú huggaði það það var einhver gaur verið bara með svona og penna bak við eirað að prenta peninga í svona reikmettu herbyggi en mér langar bara svo að vita þú veist, ég er reyna áttum á var þetta ekki bara um daginn þetta var bara hátti kl. 3 eða eitthvað Jó, þetta var bara kl. 3 bústulega Þú veist, setið ykkur, ímyndið ykkur áhörnandan er hann bara í tölvunni sinni bara, já, vá, tónleikarnir maður fer hann á Zoom og eitthvað svona dósa hátalar bara eitthvað, okkur fer hann ekki bara hlustar og gauta, skilur fer hann ekki bara Spotify, næsti linkur þetta lag? Sko, ég er með 2 skoðanir ein skoðun er og gauti bara eitthvað Reykjavíkir og svo bara eitthvað þetta er einhvern veginn, þú veist, að þetta er líka við erum nýbyrjuð að díla við þess aðstæðar þannig að við erum augljóslega ekki búin að mastera þetta einhverja 4 tónleika pælingu og það eru ekki búið úrskurða hvort að þetta sé bara þetta er náttúrulega Helgi heima með Helga er greinlega búin að sína þetta er fín pæling, það er hægt að láta þetta gangu fólk getur stemst, en síðan kannski einmitt með þetta sem þú ert að tala um einhverja hádegistónleika í vinnuna, þess að þú ert og líka þetta munurinn heima með Helga og þessu dóti er heima með Helga það er bara laugardagskvöldum já, það er laugardagskvöldum, ég man ekki fyrstu laugardagi allavega, munurinn á því, það ertu náttúrulega með sko 5-6 kamerur og svona highly produced TV og búið að setja upp sett okkar þarna var ég bókstæðlega með 2 vefmyndavélar og ég er ekki bara fair enough, það er bara það sem þetta gig var og ég bókaði alveg fullt af svona giggum í desember og ég er mjög þakkláttur fyrir það og þetta er bókstæðlega þetta er að fucking haldi með lífið þannig ég ætla ekki að drull yfir þetta en ef ég auðvitað ætti að velja og langar mig bara í eitthvað hoppandi kjötstykki fyrir frammi sem eru bara til í þetta sem eru bara til í bara tölum við ekki um þetta ég sakna mér þess að bara fulla liðsins sem ég hata sko sem er eitthvað svona fruss í eiraður og segja eitthvað frænka mín er þú frændi minn? bara eins og við langa með okkur voru frængur eitt áður förum út af þessum Zoom-tónleikum getur þú gefið mér aðeins bara þú ert að klára lag bara lagið var að klárast og verður bara eitthvað svona aðeins jafna hvað ert að segja og er í alvörunni engin kamergur bara að gefa thumbs up eða eitthvað engin ertu bara eitthvað, já, herru, þetta var Reykjavík þú er náttúrulega bara að spila þetta fingur fram við að bulla skilur ég bulla við fólk samt skilur já, en þessi þáttur er bara bull já, en þú veist að tala á Arnar, ég myndi að það væri bara kamera ég veit hvað það væri óímyndaður að ég væri að reyna að eiga þessar samræður við sjálfa með eitthvað einna það er svolítið hægt að tala til hlustund og vera eitt bara ef þú ert einhver útvarsmaður eða þú getur alveg lent í aðstæðan þar sem þú þarft að tala við áhærandahóp sem er ekki á staðnum og svara þér ekki einhvern veginn ég veit ég get alveg séð fyrir mig gauta aðlaga aðstæðum og segja alveg eitthvað sniðt og vera bara eitthvað næsta lag það eina sem að vantar náttúrulega sko, til að peppa mig er
Veist, ég alltaf go-to lína mín alltaf hvað segi gott motherfuckers og þá svona tjúlast lið og þá líður mér vel og þarna hverstu bara what's up motherfuckers ég var sko mjög móður í þessu setti auðvitað gerist það ég er með reglu ég spila, hvert einasta gig sem ég tek ég eins og það sé eina gigi sem ég fæ það skiptir ekki máli einn að horfa 100.000 að bara gefa fólki alla orkuna að því þú fólk eiga tíman sinn í mig bara ég skuldaði maður sko en þetta memory-stæmi við fórum yfir þetta út frá því og ég held að niðurstaðan hjá okkur sé að memory-stæmið sé hræðilegt þetta er pínu áriði hann er að reyna að komast úr friendzóninu líka einmitt nákvæmlega þegar ég var ekki eins og búin að hugsa hennan social dilemma engula, þetta er bara símiðin að notaði mig meira, snertu mig tjekka á þessu já, símin er ekki vinum símar maður herru, getum við talað aðeins þetta? Já. Getum við talað titlinga, brjóst og bíkur og töff nöfn yfir þetta? Nei, í síma auglýsingunni sem Nóa var að gefa í síma auglýsingunni sem Nóa var að gera sagði þetta, úra auglýsingunni sem Nóa var að gefa það er geggi auglýsing sniðu koncept förum, nú byrjar á topnum og maður byrja í fjallslíðinni og momentið, ég er að segja bara upplöfum mína þegar ég sá þessu auglýsingu sástu hana í sjónvarpi bara óvænt á þess að vita henni ég nefnilega fekk sendan link sko, væmjögulink þannig að, þú veist, ég hefði en Salka sá sömu auglýsingu ég held ég að bara horta á hana, ég var bara eitthvað að kúka og ég kom fram og var bara eitthvað Salka, sástu, ertu búin að sjá nýju Nóa-auglýsingu hún var að klárast ég hefði verið til í það upplifuna með einhverjum og sjá hann í sjónvarpi og bara sjá hann í sjónvarpi svona óvænt að ég fekk link eitthvað, tjekka á þessu þú veist, og svona hafði á tilfinninguna að ég var að fara að sjá eitthvað svona áhugavert ég veit hvað meinar ég var að drekka morgunkaffi bara og sá linkurum var hana fekk þetta sent og ég vissi ekkert hvað ég var að opna það var einhvers sem sagði bara tjekka á nýju Nóa-auglýsingunni ég opna það og fyrsta tippið sem ég sá þá var ég alveg hausinn fór í svona 8.000 ringi og var alveg bít hæ? maður fer ekki býtu nú má þetta maður alveg, af hverju ætti þetta ekki að mega má þetta og já, svona var það lægið til þetta má og síðan er ég að horfa á þetta og það er alls fyrsta tippi og ég er ekki að tala tippi sjálf, þetta er bara að sjá tippi í auglýsingu var bara hilarious, skilur maður er bara what fucking tippi í auglýsingu, af því maður er svo óvanur að sjá tippi allan í auglýsingum, maður er mjög vanur að sjá tippi í íslensku kvikmyndum og þáttum og eitthvað já, en þau eru aldrei það er alltaf í íslenskum bíómyndum þegar þú sér tippi þá var alltaf eitthvað hræðilegt að gerast en hafið þið ekki sem sé stampínu í bíómynda? Vítu já, reyndar í Antichrist er stampina já, ok það er alveg svona frekar grafísk stampina utan Lars von Trier já, einmitt eina dæmi sé Lars von Trier er frekar ruglað en ég ætla að segja, ég horfði á þessu auglýsingu og horfði á hann út í gegn og heilin á mér fór og vinur minn baði mig feedback og ég segi bara, ég þarf smá tíma ég bara, I need time og ég þarf bara að leggast undir feld og aðeins að spá þessu og ég hef svona einmitt að hugsa bara má þetta, þú veist, hvað var ég að horfa á og síðan bara niðurstaða nokkrum klukkutímum setna er að þetta er goddamn fucking genius dæmi beautiful, að þú veist, minnst þetta gefa þetta er executað ógeðslega vel já, mjög vel executað að minnst þetta gefa auðvitað fyrsta sem ég hugsaði bara heilin minn varð bara kommentakerfi og hugsaði bara, hvað með börnin? já, börnin okkar er alltaf fróa sér nýja Nóa-auglýsingunni hvernig ég var að stá og ég ekki að díla við það nei, ég myndi horfa á þessu auglýsingu og ég fann bara svona eins og stundum bara virka auglýsingar einhverju jólaauglýsing frá Æsland eða eitthvað þeir bara svona, þeir líður vel eftir hana og ég upplýði það smá með þessa auglýsingu mér fannst eitthvað næs maður, geðveikt mér fannst svona eins og eitthvað eitt lítið brot, svona eitthvað glerþak eða eitthvað sem að bara svona molnaði, þú veist, ekkert stórt glerþak það bara svona, eitthvað sem að var bara komin tími á að gera já, síðan það eru líka
þessi auglýsing bæði, hún falleg minnst hún gefur svona eðlilega svona, hvað segir maður, líkamsmynd að því að maður hefur aldrei séð samansamt bara af venjulegu liði nakið ég meina maður sé, það bara fakt að maður sér gamalt fólk mjög sjaldan nakið þú veist það bara, ég sjaldan sem ég í stöðu til að sjá gamlar konur ég sé oft gamla kalla alltaf bara því ég sundi en ég bara, þú veist eins að þetta hljómar mjög undarlega ef þetta klift en ég fæ mjög sjaldan tækifæri til þess að virða fyrir mér gamlan kvenlíkama þú veist bara, það gerist mjög sjaldan mjög sjaldan af því að þú sér það ekki neins staðar og þegar þú ert í einhverjum svona hugleiðingum einn þá ertu ólíklegri til að sækja í það skilur já, aðeins þú ert ekki að googla old women breast nei hún gengur fáralega vel upp þessu auðlýsingu því að hún alveg pínu svona förum úr svolítið sniðug en mér finnst þetta virka svo ógeðslega vel ég horfði á nefnt í fyrst skipti og var svolítið svona eins og eftir ég horfði bara Dark Knight í fyrst skipti ég var bara svona, wow, hvað var ég að sjá þetta er mikið að info og bla bla, þurfti að melda ítt á play aftur og ég var bara sjúklega impressed ég fekk þessa tilfengi sem þú voru að tala bara, ég horfði á Icelandair, eitthvað svona hnöttur svona flugulega farið í kring og svona jóladæmi og bara good vibes good vibes only sko. Ég ætla að segja, þeir voru að tellja upp fallegt, líkamsmyndin á réttum stað hún líka fyndin því að það eru nokkuð eins og þegar hann að hoppa á stökkbrettinu og tillinn svona fer eitthvað mjúkir tillar eru drullu fyndnir og harðir tillar séu flottir þá eru mjúkir, það er bara fact, mjúkir tillar eru hilarious þetta hefði ímyndaðir setjum bara hræðilegt scenario að allir verið í bónur í þessari auglýsingu það hefði verið öðru í sig það hefur öðru í sig gaurinn í byrjun var bara að labba í sundhöllinni og var bara eitthvað grjótarður það er eitthvað við að labba með bónu líka það er alveg formulega en allavega, Nova maður sér líka kommentarkerfinu og allt það er allir jákvæðir yfir þessu það er einn og einn sem er eitthvað þetta er ekki lagi og það er bara lið sem á að fokka sér Myndið þið ekki taka þátt í þessu? Nei, ég myndi ekki gera þetta er mjög, þú ert búin að nefna þetta er bara positív og ég held að þú myndi kannski gera það að ég segja vandamáli sem ég hugsa og ástæðan fyrir að mér finnst þessi auglýsing vera svo beautiful og hvað hún er að kenna líka bara krökkum og úlingum og bara allir sem horfa á þetta ég hugsaði ég myndi ekki vera í þessari auglýsingu nema að vera komin í klikka form ég tengi við þetta sem er samt, þá erum við komnir að grunninum sem er fucking vandamálið sem að auglýsingin finnst mér einmitt vera að endurspegla að þurfi ekki að vera að því að myndir ekki bara vera flex og bara spenna allan tíma þetta er þessi gerfi mynd sem við fáum farðu bara á Instagram með þú finnir einhverja mynd að mér bera á ofan ég passa, meiri sér þó að ég sé ekki það er bara fullt að tattum til að fela maður er alveg eitthvað, maður kemur sér í einhverju stöður og spennir sig og sperrir sig og reynir að koma sér fyrir mér finnst þú samt oft, þú veist, á tónleikum og alltaf vera alveg með svona smá body positivity og ég er ekki að segja þetta en þú ert ekki helköttaður þú ert frekar í að ég er mjúkari þú ert mjúkari og mér finnst það þessuna mýkri sorry, bara þú veist að tala um þetta að þú veist myndir eins og postar en þú veist ansi oft ert þú samt að koma fram þar sem þú ert drullu body positive eitthvað slá í bumbuna og öskra, þú veist mjög eðlilega lookin sko mér finnst það var eitt tímabil þar sem ég var sko þyngri en ég vildi vera og það var eiginlega út af lífstíl og þá gæti ég tengt að við slæma lífstíl og mér leiði ekki endilega vel þá var ég að drekka ógeðslega mikið af bjór ég borðaði óholt og þá var ég 10 kílóum þyngra en ég er í dag og ekki það kílóin skipti í raun og veru engum máli þú getur verið alveg bara ég hef verið í geggjuðu formi en samt var þetta ekki allt bara í lærunum á rassinum? Ég ætla með störlaðan rass og læri en það sem ég er að segja að ég fann
ég var þrútin í framan og það var vanlíðan út af lélegum lífstíl það má líka alveg tala það, þú veist það en mér hefur liðið og í dag ég ennþá með bumbu ég alveg, og ég með þannig bumbu og hún safnar naflakuski úr bólum skilur hún bara nuttast upp hvað bumban sjálf eða nafliðin? Bumban, ég vil ekki fara dýpri í þetta því að það var svo stúpid en í dag ég sko alveg að losna við kannski að fylgir ég líka bara að maður vera eldri og vera pappi og hvað en ég einhvern veginn bara mér bara heldur sáttur sáttar í eigin skinni meiri segja bara með vömbina sko en það líka sem þessu auglýsing gerir að þegar þú horfir á hana þá verður maður kannski og þú veist þegar maður upplifir svona eitthvað body positivity og sér því á sviðinu bera hana eitthvað að manni líði líka vel með sjálfna sig af því að maður, þú veist, fattar þau en það svo fyndið og ef tengjum þetta byrjum að tala gaurar sem við sjáum gaurar með einhverja bumbu eða feitir ég hugsa aldrei vá hvað þessi væri flottur ef hann væri mjóri það aldrei go to að því maður hugsa þetta með sjálfa sig og maður hugsa hvernig aðrir hugsa mann sjálfa ef ég er of mjóri, ég var til að vera þykkari eða ég er of feitur, ég var til að vera mjóri en síðan þegar maður sér mér er bara drullu sama bara mann er alveg sko ég er aldrei í sundklefanum eitthvað að horfa á bumbuna á öðrum mönnum sko ég held að þetta sem þú ert að segja er svo, maður þarf að minna að sjá þetta tjekka stundum á dangunum og görunum já, 100% absolutt sko, það þarf að gera það en þú veist bara þetta sem varst að segja að það er svo gott að minna að sjá það þegar þú ert ekki að brjóta sjálfið niður og hitta þetta og þú veist, það er alltaf allt í góðu að þú veist, að setja sér markmið og ætla að bæta sig og allt það en bara varðandi svona álit þitt á sjálfinu og þegar þú ert ekki góða, þú veist, það er allir ykkur að hugsa að þú veist, ég þurfti að fara að leggja af og ég mætti missa 10 kíló eða eitthvað, en mundu bara það er öllum, og mundu líka svo gott að hugsa þetta út frá sjálfu sér, bara hversu sama er mér annað fólk, bara svona þannig eru eiginlega allir, það er öllum alveg skít sama já, algjörlega getur maður sko er ekki stelpur að lenda harðara í þessu heldur en gaurar í svona body image-pælingum í gennu samfélagsmiðla að þú nei? Nei, þú veist, ég veit það ekki maður ég bara hver einasti maður sem það tekið mynda við bara eitthvað köttaðir og slík, skilur en það, sko, beautyið aftur, bara smá með auglýsinguna en örugglega, aðeins meira konur, upplifunin sem ég fekk þegar ég horfði á þessu auglýsingu var að með leiðin sem ég var í sundi og það er náttúrulega punkturinn líka, þau eru í sundhöllinni og svona Nefna þau eru síðan út að hjóla sem er líka náttúrulega alveg trillt ég held að ef það er eitthvað sem saminar okkur Íslendinga og random ass fucking Íslendinga á sama stað, þá er það sund og það skiptir ekki máli hvenær þú ferð í sund á hvaða tíma að það er alltaf svona sama ekki nema og lendir og orð bara sundum ykkur fótboltaliði þá eru svona flestir bara venjulegir á því og það er svo gott að sjá hvað allir eru bara normal af því að það er abnormal að vera með að líta út eins og Aron kann, skilur við Já, Aron Kahn, fitnaði maður, ég hef ágjörað þér Borðaði eitthvað, þú ert ekki nema skinn og bein Nei, ég er að segja, hann er ógeðslega duglegur og hann er í klikkuð formi, ég er að segja að maður þarf sú vinna er hardcore Já, skilur við það er líka engin smá fokkin vinna á bakvið það Já, líka ég held einhvern veginn að þeir eru yngri, það er gaur að vera að lifta mikið og svona, að þú yrðir, þú veist, skorin í lengri tíma en svona 3 daga Nei, blessa ég var síðan að kynna mér þið hafið séð Wolverine myndirnar Hugh Jackman alveg þvílíkt skorin í þessum myndum og það er einn sena þar sem hann er, þú veist, ber hann og ég man eftir sen, ég var bara, fuck, hann er skorin og aldrei verið svona skorin sem Wolverine að þá kemur bara ljósa, hann borðaði ekki 2 daga fyrir þetta og drakk bara eitthvað svona Diet Pepsi á tökudag og bara svona, 1, 2 og spenna og svo pumpaði hann aðeins á staðinum alveg depleted, sko. Þetta er líka gott að hafa bara eitthvað að heyra það einmitt. Þú veist, þegar þú sér svona skrokka að vera meðvitaður bara heilt að fá mánuður í bara þessar 2 mínútur af toplessness. Síðan, ég hef samt alveg mega gaman að því líka lítið vel út og oft þegar ég fer að svið og tekið 20 arbegur árin lappa upp á svið bara til að fá blóðið í vöðvana og meiri sem þegar fyrir sund þá svona hristi ég tippið aðeins ná kuldanum úr því bara ef að einhverju aðri gaurar Hvað gerir þetta svona semi? Nei, ekki bara hristi ég hana? Nei, ég er ekki að tala um að
Ég fró honum ekki. Nei, ég veit það. Bara svona rétt svo, ekki segja mér að... Við getum orðað hann að þú leggur hann ekki í ísbað áður hann fyrir Nei, ég er svona rétt svo Hitar hann upp? Ég er bara svona fá smá blóði hann, skilur, sama. Ég kalli þetta tipparbur. Það er þetta fucking gott. Ná smá pumpi. Ná pínu heita þetta. Það er ekki. Herðu, podcastalinn. Já, gott að sjá þig gott í dag. Já, semleiðis. Það fór vel í mig. Það er ennþá í 75% af þeir sem horfa á þættin okkar eru ekki subscriber. Þú þessi tölfræði. Já, ég er svolítið svona genius. 75%, hvað er það að hugsa? Af hverju er ekki subscriber? Pínur nextlara. Við erum búin að vera að og þeir sem eru búin að vera að senda inn. Það er búin að vera að senda svo mikið. Ógeðslega mikið. Ég er ekki tengdur við Instagram, en núna er ég alltaf í einhvern tengdur í gegnum eitthvað Facebook-dót, þannig ég sé Instagram skilabóðin. Þetta er svo fyndið og þetta er svo mikið. Passaði að screenshotta það sem þú svarar. Þannig að ef þú veist að ef er eitthvað topic og svona því ef þú opnar það þá sé ég það síðan ekki en basically, ég ætla að segja, það er fullt af fólki búið að senda inn alls konar topic, vandamáli rugl og vitleysu, sko ekki hætta því, sendi okkur áfram þó við tökum það kannski ekki fyrir í næsta þætti þá er gott að eiga eitthvað svona gagnabanka en við ætlum síðan að gera öðru hverju og við vorum að tala um að láta þriðjudagana stundum snúast Já, núna, já. Það er þriðjudagur, það gengur ekki alveg, þátturinn er búinn. En ákveð ekki bara 50? Já. Bara annarkvort, að við tökum fyrir hérna... Já, við skulum gera það næsta þætti. Og það er gaur sem ætla að remixa fyrir okkur lagið. Já, það er eiginlega í rauninni bara sem ég er langspentastur fyrir. En fylgja okkur á Instagram, þar erum við búin að oft klippa út svona bara klippur úr þáttunum. Já. Örklippur. Við erum að klippa út klippur á þáttunum þar sem ég geti skoða bara svona funny jokes í örmynd og fylgið okkur á Spotify og fylgið okkur á Apple Podcast líka og fucking YouTube, það er alltaf að hækka following á YouTube. Og Samsung Podcast og við erum í miklu betri gæðum á Samsung Podcast. Er Samsung Podcast til? Ég veit ekki hvort það heitir það. Það heitir eitthvað Play Podcast eða eitthvað dósahljóð þar en voruð þið búin að sjá að við podcastinu var búin að fá nokkur review á podcastafinu? Nei, getur þú lesað það? Já, lesa fyrir okkur Ég er svona að reyna að passa mig á því að vera ekkert ómikið að gleyma mér í þessu mér finnst mjög gaman að fá þessi uppdætt ég er bara að treysta á þetta, sé bara geggjað og allir séu massa sáttur og allir að hlusta Já, en sko ég sé það eru sko það við erum komin með 74 ratings og að langmest 5 stjörnur engin 1 stjarna 1 3 stjarna ég er alveg til í 3 stjarna 100% það er svona 3 stjarna háttur ég myndi sjálfur ekki reyta þetta eitthvað mikið herra nei, sama ég er alveg til að við erum ekki 5 stjörnum þáttur alls ekki sko við erum ekki að þykjast vera 5 stjörnum þáttur en ekki fara samt inn og gefa okkur 3 stjörnum nei, gefa okkur 5 nei, það er búið á því sko, það kemur frá Brinso for you langskemmtilegasta podcastið já, absolutt ég held að bíflugur og kaffi sé cliffhanger til að fá fólk aftur fuck, við glemdum að tala bíflugur og kaffi ertu að jóka, þú ert að minna mig á það núna þetta er topic sem ég glemmi alltaf að taka fyrir tökum við það næst og kemur frá Darth Huni já, geggja dæmi er titillinn hefur nú ekki verið mikið í podcastum í gegnum tíðina en þetta er alveg hreinlega geðveikt dæmi mæli eindreiði með þessu Darth Huni maður, my man já, hann gefur bara 5 stjörnur hann er riddari og svo er Jojo Flex Jojo Flex er þetta inn á Apple Podcast? Já eru þið með einhver allir með svona illu nöfn eitthvað Apple Podcast bara ég myndi bara heita Arnar eða eitthvað inn á einhverju podcast ég var ekkert með eitthvað sick username Darth Huni Jojo Flex og hann setur inn titill bara snild bara gaman og lit podcast fuck yeah það er í samanlánum þessi er ungur og svo kemur Þráinn Andrésson þetta podcast kemur mann svo sannarlega í gott skap þegar það liggur illa á manni hvað sér, Þráinn Andrésson já þetta podcast kemur manni svo sannarlega í gott skap þegar það liggur illa á manni hrein snild frá A til Ö nákvæmlega maður Þráinn, ég meiti þið búin það er hvað neikvægt nei, það er Bubba mér finnst bara eins og þeim minnst á náður já, við vorum búin að tala þið komuð á óvart upprópumerki virkilega skemmtilegir fyrstu 2 þættir hlakka til að heyra meira frá okkur hvað eru ekki að taka upp 20 og það en þú veist, bara flott þetta er þáttunum með 20
Nei, ég er bara, Þetta þáttur nummer 20 Er þetta 20? Já, hvað á hann að heita? Á hann að heita tipparbegur? Það eina sem ég hugsaði á hann Nei, ég held að hann Kemur ljós, þetta verður surprise Kannski heitir hann eitthvað annað Ég var að fatta, það getur engin verið surprise á þessu Þið sjá nafnið á þættinu áður en það geta nátt síðan heitt þetta Þriggja stjörnu þáttur